Já, þið eru að hlusta á útvarpsþáttinn Harmageddon og við erum komin með sérstaklega góðan gest til okkar núna. Það er engin annar en Árni Páll, viðskiptaráðherra. Vertu velkomin. Takk. Fenguð hérna til þess að ræða við okkur það sem er svona mikið í tíðarandanum þessa dagana, verðtryggingin og fleira. Og við kannski byrjum á, eins og Máni var að segja þetta náðan, að óska ykkur til hamingju með málið í Alþingi í vikunni hérna með Palestínu og sjálfstæðis yfirlýsinguna frá Íslandi með það. Það var einstaklega glæsilegt hjá okkur. Já, hvað fyrir það? Ég held að það hafi verið virkilega gaman að sjá hvað var þetta ná mikilli samstöðum það mál. Og ég held að Ísland beri sérstaka ábyrgð. Við vorum eitt af fyrstu ríkjunum til að viðurkenna Ísraelsríki á sínum tíma. Og grundvallar hugsunin var alltaf svo að allir ætti eiga rétt, ekki bara sömur. Og allir ættu rétt til eigin föðurlands og sjálfsákvörðunar réttar. Og það skiptir miklu máli að núna stígum við fram og segjum það með skýrum hætti. Núna þurfa Palestínumenn á viðurkenninga að halda. Ég held að það verði að halda ákveðinni pressu á alþjóðaumhverfið. Maður sér að það gerist ekkit í málefnum Palestínu nema þegar myndast mikill þrýstingur á alþjóðavettvangi. Og það eru þetta sterkur þrýstingur frá hinum kantinum. Það eru aukasinnaðir síonistar sem eru mjög sterkir auðvitað í Bandaríkjunum og maður sér til dæmis í umræðinni núna þegar maður horfir á kappræður milli kandidata repúblikana, þeir keppast að útúa Palestínumönnum og lofa því að þeir styðji Ísrael til alls. Svo erum við okkar síonista hérna á Íslandi, það er sjálfstæðisflokkurinn. Hvernig finnst þér eiginlega að þeir hafi setið hjá í þessari atkvæðagreiðslu og útskýringar þeirra fyrir þeirri hjásetu? Ég held að það er nú kannski ekki hægt að setja það alveg á þann bekkin á sama stað og repúblikanum í Bandaríkjunum. Þeir hafa auðvitað sín rök fyrir sinni afstöðu og vera að svara fyrir hana sjálfir. Mér finnst eitt vera grundvallaratriði sem Ísland getur ekki vikið sér undan sem smáþjóð sem virðir alþjóðarétt og sjálfsákvörðunarrétt þjóða og það er svo spurning. Ætlum við að leyfa fólki að ráða örlögum sínum sjálft eða ekki? Og við getum ekki sagt að það sé ein þjóð sem megi ekki ráða örlögum sínum sjálf. Ég bara fæ það ekki til að ganga upp í mínum huga. Og þess vegna er það grundvallaratriði að við styðjum rétt Palestínumanna til sjálfsákvörðunar. Ég meina, á hvað öðrum grunni stendur þá Ísland? Ég meina, Ísland er smáþjóð. Það voru margir sem hafa efast það í gegnum tíðina við ættum tilverurétt. Eftir hruni voru margir sjálfskipaðir gáfumenn út í heimi að segja að Ísland væri svo lítið og veikt að geti ekki verið sjálfstætt og svo framvegis. Akkur eigum við sjálfsákvörðunarrétt? Jú, það er vegna þessa að við gerum tilkall til hans á grundvelli einhverja gilda, á grundvelli þess að við eigum henni rétt vegna þess að við erum þjóð og við eigum að fá að ráða okkur málum sjálf og við verðum þá líka að axla ábyrgðina þess sjálf og það erum við að gera og þess vegna á þessum grunni byggjum við allt sem við gerum, allar okkar stofnanir og allt. Það er á þessum helga rétti til sjálfsákvörðunar sem að mér finnst ekki hægt að neita öðrum Nákvæmlega. Þetta er hitt besta mál. En ef við snúum okkur aðeins að Íslandi og verðtryggingin sem hefur verið í umræðinu núna mikið undanfarnar vikur sérstaklega og reyndar náttúrulega í mörg ár. En núna daginn þá var nefnd í þinginu sem að samþykkti það þverpólitískt að hvernig var það orðað? Draga úr vægi verðtryggingar. Draga úr vægi verðtryggingar. Hvað er raun og veru þýðið það? Hefur það einhverja þýðingu? Já, það sem að nefndin ætlar að gera er að vinna áfram með möguleika á því að draga úr vægi verðtryggingar og þá er það að auka möguleika fólks á að taka óverðtryggð lán og að væntanlega þá líka horfa á hluti svona sem að styðja við verðtrygginguna sem eru hlutir eins og sjálfvirk ákvæði í samningum verðbætur og svo framvegis. Þetta gerir ekki neitt fyrir það fólk sem er tók verðtryggð lán rétt fyrir hrun kannski á síðustu árun sá hópur sem að keypti fyrstu íbúð í mestu þenslunni. Hann situr í súpunni og mun alltaf situr í súpunni eða hvað? Já þá kemur einmitt að þessari góðu spurningu, hvað gerir verðtryggingin? Hún var búin til vegna þess að Ísland er verðbólguland. Hér hefur verðbólga verið þannig að hún hefur sett alla á hliðina
og aftur og verðtryggingin tryggir það að við reynum ekki að sportna neitt við þessari verðbólgu, við höfum engan hvata til þess að sumuleyti, já, það er alveg rétt, að sumuleyti deyfir hún menn og kemur í veg fyrir að menn passi sig á verðbólgunni og menn eru brattari hér í að sko hækka laun þó að sé ekki innistæða fyrir því og svo framvegis heldur en í öðrum löndum af því að menn bara vísa vandanum á framtíðina en að sumuleyti líka við erum fólk fyrir því, til dæmis í hruninu ef fólk þá verið allt með óverðtryggð lán þá hefði fólk mist húsnæði sitt unnvörpum vegna þess að þá hefði afborganir af bara, tökum bara hóflegt lán, menn eins og lánið þitt sem varst að tala um daginn, 17 milljóna lán, ég meina þá hefði afborganirnar, þá hefði þær rokið þannig upp að 20%, 25% hefði þurft að greiðast á því ári í vexti og það hefði þetta farið mjög illa með mikinn fjölda fólks þannig að verðtryggingin hún svona jafnar áföllunum yfir tíma lengir bara í hengingasnörunni og bætir aftan við lánið og dælir hún á höfust og þegar vextirnir hefur náttúrulega alltaf farið niður þessi 25% vextir sem hefur orðið fyrsta árið eftir hrun þeir hefur farið niður eftir það já, ef þú hefði náttúrulega ráðið við það fyrsta ár sko. En sko hengingaról og ekki hengingaról sko, ég að ganni þá fór ég yfir tölurnar og ég prófaði bara að setja í samhengi sko, því að þegar þú varst að tala um lánið, 17 milljóna lánið sem þú talaði um daginn, sem að endar í 140 með 5% verðbólga árið 2047 sko. Þá líka verðum að hafa í huga sko, verðbólga almennt í öllum löndum, menna hún meiri segja í viðskiptalöndum okkar, þegar ég fór fyrst til Bretlands þá kostaði bjóri 99 pence sko. Þannig að reynda að finna bjóra 99 pence í London í dag og það svona 3,50 prísin. Ég meina, og það ekki þannig að Bretar ekki efn og bjór í dag sko, það bara verðmæti peningana yfir almennt rýrna og dollar í dag ekki saman dollar fyrir 30 árum. Íslenska krónar rýrna eins og rosalega hratt. Þannig að þegar þú ert að horfa á 140 milljónirnar sem þú borgar 2047, þá verður líka að horfa á hina staðarendirnar hvað verður búið að gerast þá 2047 þá verður farin að eyða 500.000 krónum í matvörur á mánuði til dæmis já, ég meina, þú veist, ég hérna tekka á þessu sko, nú veit ég ekki hvað með laun sko, ef þú ert með 300.000 kall í mánaðarlaun að þá verður komin 2047 þá það jafngildi sko 2,6 milljóna með þessar sömu verðbólguforsendur já, nema það að sko launin náttúrulega aldrei verðtryggð þau hafa hækkað 1% meira en verðlag síðustu 30 árin og ef við gerum ráð fyrir því áfram þá þetta sem sagt þannig að ef þú ert með 500.000 þá verður með 3 milljónur á mánuði árið 2047 þá selur þessi íbúð ef það eitthvað vitt í sér íbúð topp íbúð já, flott, já ef hún í þokkalegu standi sko, þá ættir að selja á 227 milljónur 2047 með þróun undanfarin ára þannig að ég bara í toppmálum ég sko besta þú veist sko í toppmálum þetta sýnir auðvitað bara hvað verðbólga vond og hún eitthvað sem við höfum aldrei tekið nógu alvarlega hluta til vegna þess að þessi þjóð var bara háð verðbólgu á hverjum tímabili það urðu gríðarlegar eignatilfærslur fullt af fólki tapaði á verðbólgu fullt af fólki grætt á verðbólgu og mér finnst enn þann dag í dag sem að þessi kynslóð í landinu, kynslóðin á undan okkur sem að vill endilega halda áfram í verðbólgu möguleikana því að hún sér fram á geta grætt á næstu bólu. En sko, við skiljum alveg verðtrygginguna og hún náttúrulega gott meðal við ákveðnu eitri sko, en sko að því að verðtryggingin tryggir það að lánveitandinn hann fær allt sitt tilbaka pluss þá vexti sem hann setur á þá ekki sko 4,5 eða 5% vextir á verðtryggðu láni það ekki bara okurvextir og ætti ekki sérstaklega eftir hrunið og þegar að vera að reyna að rétta hlut fólks og að skikka þessar lánastofnanir til þess að lækka þessa vexti á verðtryggðu lán en ekki bara 2% vextir bara hámark á verðtryggðu lán Ég alveg sammála því mér veist sko 4% vextir á verðtryggð lán það hansi mikið vandi Íslands auðvitað sá vegna smæðar landsins og vegna smæðar hagkerfisins þá höfum við glímt við allt og háan fjármögnunarkostnað mjög lengi landi það mikil landsáhætta að því að fjárfesta hérna og þetta eina ástæðan fyrir því til dæmis að ég held að við þurfum að verða hluta stærra gjaldmiðilsvæði það til þess að fjármögnunin verði ódýrari það verður rosalega erfitt að lækka vaxtakostnaði í landinu með nú fengum við nýju bankar lánin úr gömlum bankunum yfir á miklum afslætti og
og klálega hef ég og menn í minnistöðu ekki fengið neitt af þeim afslætti sko. Þannig að eins og ég segi, ekki rétt í einhverjum tilfellum að grípa til einhverja sértaka aðgerða og skikka þessar lánastofnanir til þess að gera eitthvað til að mæta þessum hópi? Jú, þeir náttúrulega verða að skila því svigrúmi sem þeir hafa og ef þeir þurfa að tjalda meiru til sko, þá verða þeir að gera það. En þeir gera það ekki til fólk sem átti útborgun og sem sagt fór ekki yfir 110%. Já, fólk sem stendur í skilum, millistéttin í þessu landi, sko, láni mitt búið að hækka, sko, öll greiðslu byrja því alveg, sko, gífulega, 30-40% eða eitthvað og ég get ennþá stalið í skilum og meðan þá fæ ég engan afslátt. Það alveg svona. Samt erum við búin að tapa alveg hlutfallslega eins og hérna, fólki sem fór óvarlega, en við fáum klálega engan að þessum afslætti sem gekk á milli frá gömlu bönkunum yfir þá nýju. Nei, þeir verða að nýta þann afsláttu þetta líka í að taka á sig tapið vegna þeirra sem allt hefur tapast og þeir eiga að skila þeim afslætti og þeir eru í að gera það. Hvað varðan eins og þetta sem þeir eru að tala sko, að maður skilvís að fólki fær ekki neitt, þá það ekki alveg rétt því að það sem við hefum náttúrulega gert núna með stórfelldri hækkun á vaxtabótum og sérstakri vaxtaneðugreiðslu. Vaxtabætunar eru ekki sko það miklar, það alltaf að tala um þessar vaxtabætur sem mestmagnast voru fjármagnar með viðbóta lífeyrissparnaðinu sko. Það sem ég fekk auka vaxtabætur var það sem ég þurfti að taka út viðbóta lífeyrissparnaðinu mínum til þess að standa í skilum. Þú fékkst náttúrulega núna í sumar og á álagningarseðlinum þá sérðu náttúrulega bæði vaxtabætunar og sérstöku vaxtaneðugreiðsluna og hjá öllum undir meðaltekjum þetta 40% af öllum vöxtum. Já, þeim sem eru undir meðaltekjum. Ég ekki undir meðaltekjum og þá þetta 30% hjá þeim sem eru yfir meðaltekjum alveg upp í 80%. Ég ætla að setja fyrir dæmi þú ert að fá 30% alveg öruglega á vöxtunum sem staðreynd í dag sko. Hvernig þetta kerfi ykkar með 110% leiðin og annað virkaði. Hér sitjum við félagarnir og erum að vinna 365 millum og það eru fleiri hérna starfsmenn að við horfum upp á sko samstarfsfélag okkar keira hérna á fallega jeppan sínum fyrir 5 milljónir og hann búin að fá niðurgreiðslu út af skuldónu sínum 9 milljónir til að tóka 110% leiðina. Hann betur bílaðar en við og hann stendur í bara með eign í bílónu sínum og hann stendur í sömu fjárhagslegu stöðu og við í dag sem höfum staðið í skilum og fórum óvarlega. Þetta staðreynd og þetta sem 110% leiðin gerði. 110% leiðin var bara fyrir þá sem voru búin að koma sér illa fyrir og 110% leiðin þetta til dæmis eins og kom fram á þessari ráðstefnu sem ég held í Hörpun á sínum tíma hún var náttúrulega einstaklega kjánaleg og það eina sem maður upplifir í þessu að það var alveg vitið að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur verðina þá bitnaði nú mest á millistéttinu og menn sýndu fram á það að það skattarnir hækkuðu mest á það því það við tekið upp þessi vinstri velferðarstjórn þá innan gæsalapar norræna velferðarstjórn að hún hefur tekið upp því að komast hérna til valda. Það búið að hjálpa þeim sem voru illa staddir og það finnst mann alveg jákvætt og líka skera þeim sem fóru óvarlega. Það búið að afskrifa fullt á endast hlutum og það sem náttúrulega búið að gera að það búið að verja, við erum búin að verja lífeyrissjóðina og fjármagnseigendur í þessu landi. Millistéttin að bera allan kostnaðinn af þessu hruni og það ekki hægt að neita því. Það ekki bara staðreynd og það sem mann langar bara til að vita, eru einhverjar aðgerðir sem á að fara að gera þessu máli og þess einhvern tímann að vænta eða verður það bara það til að vera gengin í Evrópusambands? Það ekki þannig að millistéttin hefur borið allan kostnað þessu hruni. Auðvitað sígur í hjá öllum þegar að tekjurnar minnka og lánin hækka og meina, það óhjákvæmileg afleiðing af hruninu. Það sem að við höfum lagt höfuð áherslu á að gera að nálgast þetta mál með þeim hætti að þeir sem eigi kröfunar að þeir beri kostnaðinn. Bankar innheimtu ekki það sem ekki innheimtanlegt og vegna þessa er nú þegar búið að afskrifa á fólk og fyrirtæki vel yfir 1000 milljarða og meira verður afskrifað og við höfum þar með ekki gefið kröfuhöfum, veiðileyfi og fólk út yfir það sem að eignir standa baki. Þess vegna 110% leiðin farin hún miðuð að því, alveg óháð því hvort maður fór óvarlega ekki og það líka erfitt að koma með alhæfingar og það skilur það fólk aðna. Réttlætu þessa staðreynd sem í íslensku samfélagi að þessi sem fóru 110% leiðina og eru betur bílaðar en ég og hafa það bara fínt og geta skroppið til útlanda og því að búið að taka þessi 110% og eru konið í sömu skuldsetningun og ég út af því að ég til dæmis þegar ég fyrir að ætla að skoða 110% leiðina hvort segja ég að frósti þá náum við henni ekki við náum henni ekki því að eignamyndurinn var of mikil í okkar þegar við keyptum okkar íbúðir
spurningi, það sé ég velti verið mér, hver réttlætingin í þessu? Þú segir sko, það sé verið sko, þetta bitni á öllum, það náttúrulega ekki rétt Árni, þú getur bara farið og skoða flett dagblæðin eina góða skuldstund. Karl Wernersson fór gjörsanlega gjaldþrota og við erum að bankarnir afskrifa hann fleiri milljarða, hann býr miklu betra húsi heldur en ég. Birta Einarsdóttir fekk afskrifað 140 milljónir, einn af bankastjórnum minna, hún bara að eyða sko heilum fleiri mánuðunum í sumafrí í landi, ég hef ekki efnað að fara með mína fjölskyldu sumafrí sko. Hvar réttlætið sem ég sem kjósandi í millistættu kjósandi þessu landi, hvar á ég að segja, já, þessi vinstristjórn búin að standa fyrir þvílíku réttlæti sko. Þetta er réttlæti samfélag, það allir, hvað ég að segja að ég sé einn að bera ábyrgðirnar að við séum ekki öll að bera ábyrgðirnar, fyrir mér ég að bera ábyrgðirnar og aðrir millistjætta borgarar í þessu landi sko. Og það ekkert sem vinstristjórnin hefur sýnt fram á þessu 2,5 ára sem þið búin að sýta og það kemur alltaf þetta atriði með vaxtabæturnar og ég búin að segja hvernig ég borgaði mína vaxtabætur með að taka út viðbóta lífeyrissparnaði minn og það var fullt af fleira fólki sem þetta gera það svoleiðis. Já sko, fyrst bara almenna aðgerðin vaxtabætur og vaxtaniðurgreiðsla og þú ert ekki að borga það sjálfur, það að koma úr ríkissjóði og það 30% hjá fólki yfir meðaltekjum, 30% af öllum vöxtum og verðbólgu. Síðan hvað 110% leiðina varðar þá þurfum við þetta að koma skuldastöðin í samhengi við eignirnar sem að baki standa og það ekki þannig að allir sem að 110% leiðin nýtist hafi farið óvarlega. Það líka fólk sem keypti mjög seint og hafði lítið eigið fé og tók lán og það getur þá komið skuldsetningunni. Já, þetta ég menna 100% lán rétt fyrir bankarun. Já, bara taka 100% lán í góðari bara heimska sko. Ég meina ég alveg Þú varst ekki alveg uppi það þegar þú þurftir að kaupa þér þína fyrstu íbúð, þá var ekki boðið að taka 100% lán, þetta var einhver heimskuleg framsóknarleið sem Samfylkingi bakkaði síðan upp og Sjálfstæðisflokkur. Sko, ég ætla bara að segja ykkur það sko, vandinn óendanlegur. Ef við viljum að skuldir séu afskrifaðar, þá verður hann óendanlegur ef við ætlum að fara í það að segja sko, þessi fór óvarlega og hinn fór óvarlega og svo framvegis. Sko, við verðum að horfa á eignirnar sem að baki standa og greiðslugetu fólks. Það hefur verið prinsipið sem við höfum unnið eftir og þeir sem að eiga ekki eignir til að standa undir skuldunum, þeir munu þá fara í þrot einhver tíman og það skiptir máli að þá allavega, við erum ekki að láta að eignast eitthvað í þessu, við erum bara að segja skuldirnar eiga að fara niður að verðmæti eignana. Okay? Hitt, varðandi sko Karl Wernersson og alla hina, þá bara mikilvægt að menn hafi eitt í huga. Það engar sérreglur fyrir það fólk. Það fólk að rukka hjá því algjörlega með sama hætti og hjá almenningi í landinu. Það sem að gerist að það eru tekin aðeim félögin og ef að eignalaus fyrirtæki voru tekin aðeins sem voru gjaldþrota fyrirfram, það ekki gengið út, þeir voru með allt í einhverju EHF-dótiri, þá sleppa þeir. Það bara starfsmanns. Ef þeir eru ekki með persónulega ábyrgð á skuldunum, þá sleppa þeir. Og það bara þannig að bankarnir voru því miður ekki að taka persónulegar ábyrgðir hjá þessum aðilum í nægilega ríkum mæli og í mörgum tilvikum og það ekki hægt að breyta því aftur því miður. En það sem alveg ljóst að ef það einhver möguleiki á að innheimta hjá þeim, þá það gert. Og í ákveðnum tilvikum það bankarnir að sækja allt sem mögulega geta fengið. Það er sama og við fáum frá bankanum. Sko. Þeir sækja allt sem mögulega geta sótt í okkar vasa. Það er þannig. En það er ekki neins að vænta fyrir þennan hóp sem við erum að tala um. Það sem mér finnst sko vera umhugsunarefni fyrir okkur. Af því að sko við erum að leggja gríðarlega peninga í vaxtaniðurgreiðslu og vaxtabæturnar. Mér finnst ekki endilega sjálfgefið. Það menn svo ég sem að keyptu fyrir 2004 að við séum að fá þetta að öllu leyti sko. Mér finnst vegna þess að maður náttúrulega nöðt líka hækkunar húsnæðinu skiljið, lánin hækka í tengslum við bóluna, það gerir líka húsnæðisverði. Þeir sem eins og að kaupa sig inn svona frá miðju árið 2005 og fram að hruni, þeir að kaupa sig inn í bólu og þeir að upplifa núna kostnaðinn af því en njóta þess ekki í eignaverði. Og mér finnst alveg umhugsunarefni hvað þetta að gera sérstaklega við þennan hóp og það atriði sem að ég að láta skoða. Hvað þetta að gera? Þetta að búa til sérstaka vaxtaniðurgreiðslu áfram fyrir þennan hóp? Það erfitt að útfæra
til dæmis lánsveða úrlaust fyrir þennan hóp af því að það felur í sér inngrip í stjórnarskrárverndaðan eignarrétt og við erum alltaf þetta bundin af stjórnarskránni alveg sama hvað ríkisstjórn væri hérna við meina að Hæstiréttur er búin að senda okkur einu sinni tilbaka sko. Við erum búin að ganga svo langt að Hæstiréttur er búin að senda okkur einu sinni tilbaka varðandi reglur sem við settum ábyrgðarmenn og hvernig hægt var að lækka slíkar skuldbindingar þannig að það sem að mér finnst sérstök rök gildum þennan hóp sem var að kaupa sig sína fyrstu íbúð eftir mitt á 2005 og það er úrlausnarverkefni sem ég finnst við að skoða betur hvað þetta að gera svona fram í tíma fyrir þann hóp. Snúum okkur aðeins öðrum málum eins og til dæmis ég mér langaði svo að spyrja þig hversu ekki búið að skipta upp viðskiptabönkum og fjárfestingabönkum á Íslandi þessi fyrirbæri eru ennþá algjörlega samofin sem að ollu okkur miklum skaða í hruninu algjörlega og þetta það segja það allir sérfræðingar þetta sé bara alveg borðleikindi mál og það er alveg sami í hvaða flokkið þú átt að vera allir eru sammála þetta er eitthvað sem ætti að gera og þú ert viðskipta og bankamálar ráðherra hvað ekki búið að gera neitt í þessu? Við erum að fara yfir þetta mál og það er auðvelt að segja að það er aðskilja viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingabankastarfsemi. Ertu ekki sammála því samt? Ég er sammála því að það er að taka innstæður burt frá áhætturekstri bönkum. Já. Það ekki að skipta upp viðskipta og fjárfestingabönkum? Jú, en það er mjög mikilvægt að gera það þannig að haldi. Ástæðan fyrir því að þessi aðskilnaður var afnumin á sínum tíma í flestum löndum í vestur heimi er sá að það var orðið svo auðvelt að komast fram hjá honum. Þetta er í vinslu, er það ekki í Bretlandi og Bandaríkjunum? Og við erum að gera það sama. Við erum að vinna leiðir og við erum að horfa fyrir myndi til dæmis frá Bretlandi hvernig menn eru að horfa á að gera þetta þar. Ein leið er að loka af eignastýringu í bönkunum, þannig að hún sé bara algjörlega sér. Ein leið er að setja sérstakar reglur á þann hluta bankastarfsemina sem er með innstæður. En þá er það væntanlega líka dýrara fyrir fólk að fá lán og slíkt. Við þurfum bara að horfast í augu við það með opin augun. Vegna þess að það er náttúrulega líka dýrt að lendi svona hraunir, sko. Það er ekki eins og það sé ókeypis, við erum að sjá það öll núna. Þannig að útfærslan á þessu, við erum að kanna möguleika útfærslu á þessu og verðum með skýrslu það núna á næstu vikum þar sem að við greinum kosti í því að það er ekki alveg einfalt hvaða leið er best að fara í þessu en ég er alveg sammála því prinsipið, það á að gera þetta. Ég held að það eigi að tryggja það að menn geti ekki tekið mikla áhættu út á einstæður almennings. Gætu ekki mögulega verið komin lengra með þessa vinnu heldur en reyndin er? Ég er búin að vera þarna í ári í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu og við erum búin að vera að fara yfir þennan þáttinn mjög vandlega. Ég bendi nú bara á að Bretar sem að hafa miklu meiri resúrsa til þess að skoða þetta voru að koma með fyrstu hugmyndur þetta núna í haust með vikkarskýrslunni. Við höfum verið að skoða kosti í þessu líka og við þurfum dálítið mikið að vinna þetta sjálf vegna þess að fjármálakerfið í kringum okkur er allt í uppnámi. Við erum að endurreisa fjármálakerfið á þeim tímum þar sem er alveg rosalega lítillar leiðsagnar að vænta annars staðar frá. En tölum við aðeins það því að Samfylkingin er einu flokkurinn sem er algjörlega gallharður á ESB aðild og núna er bara það er allt bara í logum þar, það er alveg óhætt að segja það. Er þetta ekki bara algjörlega galið að vera að stefna inn í þetta batteri núna? Ég held að sé auðvitað staðreynd sem við verum að horfast í augu við að Evrópusambandsríkin er að vinna núna úr fyrstu krísunni sem evran er að gangi í gegnum og það skiptir mjög miklu máli að það takist vel til fyrir heiminn allan og það er sjálf gefið auðvitað að við býðum niðurstöðu þess og við förum ekki að taka ákvörðunum að ganga inn í Evrópusambandið fyrir að niðurstaðan og því er ljós. En skoða aðra möguleika af því að við þurfum klálega að fá annar gjaldmiðil. Það er alveg ljóst. Já, nú kemur aftur að hvað gjaldmiðil getur leyst og hvað við getum leyst sjálf. Já. Ef við eigum í erfiðleikum með að lifa við verðtryggingu, þá getum við alveg örugglega ekki lifa við kanadískan dollar. Af hverju ekki? Af því að verðtrygging er bara eitt form af föstu gjaldmiðilsumhverfi og ef að við höfum ekki hemil á verðbólgunni betur en við höfum gert þá deyjum við í fastgengisfyrirkomulagi við lifum það ekki af frekar heldur en að lifa verðbólgunni. Já, það er náttúrulega fyrst og fremst og þar eigum við að setja fókusinn og síðan er það þannig að spurningin upptöku evrunar og aðild að henni kann að vera annars eðlis fyrir okkur heldur flestu önnur lönd og ég held sé það. Ég held að það verið mjög flóki fyrir okkur
að leysa úr ýmsum vandamálum, hvað var það til dæmis að laða erlenda fjárfestingu, laða að lækka vexti í landinu, almenna fjármögnunarkostnaði, svo vorum að tala áðan, losa gjaldeyrisöft, öll þessi viðfangsefni tengjast og lausnina alltaf ein og svo sama, það að vera hluti af stærra myndumhverfi og þess vegna sé mikilvægt fyrir okkur að halda áfram aðildarferlinu vegna þess að það eru efnisrök fyrir því að við þurfum að vera hluti af stærra myndsamfélagi. Evrópa verið til áfram eftir 2 ár og Evrópusambandið verið til í einhverju form eftir 2 ár og ég er öruggur að það verður stór gjaldmiðill í kringum Þýskaland eftir 2 ár og ég held að það sé flest sem bendir til þess að það sé gott fyrir okkur að vera hluti af því gjaldmiðilssamstarfi sem verður til eftir 2 ár. Já, en sko það eru margir sérfræðingar sem að tala enga síður alveg fyrir því að einhliða upptöka gjaldmiðils meiki algjörlega sens og benda á að það hefur virkað í ákveðnum löndum. Af hverju kemur bara dollar eða kanadíski dollarin ekki til greina í það? Já, þá held ég bara, sko, ég vitna nú bara í þessum seðlabankastjórinn var að segja í gær þetta mál, sko. Þetta bara svakalega hættulegt. Ég meina, við erum núna skuldsett. Panama þessum að þeir tók upp dollar og hafi ekki lent í neinum krísum af því það náttúrulega þeir verða að passa sig og lenda þar lenda ekki í krísum. Já, sko, við erum núna skuldsett upp á svona næstum því 100% af þjóðarframleiðslu. Ef við ætlum að taka upp hérna kanadadollar, þá erum við í fyrsta lagi að kaupa hérna kanadadollar til að setja umferð hér í landinu. Það er svo mikil peningur. Það er einhverjir 10 milljarðar og það er ekki óyfirstíganlegt. En við munum alltaf þurfa að borga öllum sem vilja fara með pening út úr landinu í kanadadollarum. Þannig að við erum til dæmis núna með hérna aflandskrónur hérna på meirinn 400 milljarða. Við þurfum þá að borga þeim eigandum öllum kanadadollar og skuldsetja íslensku þjóðin að borga það út og síðan ef þú treystir nú ekki stjórnvöldum og ert nú ekkert allt og hrifin af efnahagsstefnunni í dag til dæmis og þú segir, já, ég treystir nú ekki þessari ríkisstjórn, ég ætla að fara með peningana mína og setja það bara í banka í Bretlandi eða ég beður banka í Kanada, ég ætla bara að hafa þetta hjá, ég treysti betur kanadísku stjórnvöldum. Þá munum við þurfa að borga þeir út í kanadadollarum og þar með munum við þurfa að skuldsetja þjóðina óskaplega og það er engin endir á því og það er alveg botlaust dýki hvar við getum endað þar ef við erum að taka innlið upp gjaldmiðil. Munurinn á því og gangi í evruna er sá að ef við göngum í evruna þá verður íslenska krónan að evru og við þurfum ekki að kaupa hana neinu verði, hún bara verður að evru og það eru auðvitað erfiðleikar hjá ríkjunum á evrusvæðinu en evran hefur ekki verið að falla með neinum þeim hætti að það sé hægt að segja að það sé gjaldeyriskrísa. Það er skuldakrísa hjá ákveðnum löndum. Hún kann að hafa erfið áhrif á evrusvæðið og evrusamstarfið en hún er ekki að ógna tilvist evrunar sem slíkar. En hvað heldur þú sko, nú hefur komið sko, þú veist, Vinstri grænir á móti Evrópusambandinu, Sjálfstæðisflokkurinn á móti og Framsóknarflokkurinn líka. Þeir eru einu flokkurinn sem er sko virkilega að berjast fyrir því að við göngum inn í Evrópusambandis. Hvað finnst þér sko nú er landbúnaðarráðherra, hann er búin að vera mikið umræðinu og það er klárt mál og ég veit það bara sko frá þeim sem sita nú í samningum fyrir Evrópusambandi að þetta er mjög erfið staða að vera að díla við Evrópusambandis með annan stjórnarflokki sem bara alls ekki hrifin að fara þann inn. Eru einhverja líkur að við fáum einhvern almennilega samning út úr þessu? Erum við ekki bara í algjör tímaskekju og hefur þetta þurft ekki að vera þannig að það væri sko alveg sko algjör meirihluti og þá vel góður meirihluti og báði stjórnarflokkar sko á því að ganga inn í Evrópusambandið? Já, þetta er mjög góð spurning hjá þér sko. Það var auðvitað meirihluti fyrir því að sækjum aðild að Evrópusambandinu og þingið fól ríkisstjórnin að gera það. Og við ráðherrar, við erum engin lénsherrar sem ráðum því hvað við gerum. Við störfum í umboði þings og ef þingið segir okkur að gera eitthvað, þá ber okkur að gera það og það er skyld okkar allra. Ég veg líka athygli á því að það er traustur meirihluti fyrir þau á þingin í dag að halda áfram þessu aðildarferli. Ég meina, Vinstri grænir þurfa að svara því hvernig þeir ætla að fara eftir umboðinu sem þingi gaf og einstakir ráðherrar þeirra líka en þingi gaf þetta umboð og umboði felst í því að afla eins góð samning svo mögulegt er og leggja hann síðan fyrir þjóðina og við verðum að ætla það að Vinstri grænir sem flokkur standi undir því og leysi það verkefni. Nú ætlum ég að segja Anna, svo málið lítur út fyrir mér þegar maður horfir á það fyrir rosalega mikið tími í þvarg þetta kvótafrumvarp og satt með að segja þá
Það var að segja sko, menn tala alltaf þetta sé nú bara okkar af lífsviðværi, það staðreynd málsins að hvorki ég en ég sessinöndum minn við erum að fá mikið af þessu kvótapenningum og það hefur ekki minka skuldirnar okkar, það alveg deginu ljósara. En þegar við göngum inn í Evrópusambandið þá vitum við að við getum gengið þessum hlutum nokkuð vísum að verðtrygging fari af og vextir að einhverju leyti hérna lækki og mataverð mögulega líka. Það sem ég langt til að vita og þess vegna kemur náttúrulega kannski að LIU mafían og félagar að reyna að koma í veg fyrir þetta farið þjóðaratkvæðagreiðslu. Það sem ég langt til að vita er verið út af það ekki búið að fara í neinar lausnir, segi ég segi það bara það búið að fara í afskaplega litla lausnir fyrir heimilandinu. Samfylkingin hálfpartinn að stolla þetta mál því að sé snýra því að fara í aðgerð fyrir heimilið því það alveg vitað og maður hefur nú sagt það við Vinstri græna að það er eini hvatinn, það alveg gefið mál að ég og millistéttir sem búið hérna á höfuðborgarsvæðinu, við munum alltaf greiða atkvæði með Evrópusambandinu ef ástandi verður eins og það í dag og meðan eigðir þingið endalsu tíma í það að þvarga einhvern fisk og meðan við erum að reyna að borga skuldirnar okkar Í fyrsta lagi þá held ég að það sé nú ekki þannig að við höfum ekkert gert fyrir heimilin eins og ég rækti á þann og ég ekki að sjá að neitt flokkur getur staðið við þau stóru orð að hann vil gera eitthvað mikið meira. Sjálfstæðisflokkurinn var að samþykkja þá á landsfundum daginn að fara í allsherjar niðurfellingar á verðtryggðum skuldum heimila og það er engin innstæða fyrir því. Nei, þú passar að það talar engin þeir munu samt mal ykkur í næstu kosningum bara með þessu loforði. Já, ég held bara Íslendingar sig svo vitlausir að kaupa svona innstæðulaus loforð. Nei, ég held að þú kjósendur sjálfstæðisflokks hafa alltaf verið 30-40% Já, ég meina já, það er nefnilega þannig líka að það er fyrir löngu síðan búið að rannsaka það hvort það sé hægt að veita öllum afslátt að verðtryggðum lánum. Það er bara ekki hægt. Og það er ekki hægt nema að við borgum fyrir það sjálf með einhverjum hætti. Getum lífeyrissjóðina eða leggjum mikla skatt á fólki í landinu. En ég ætla að velta fyrir mér, hvað kostar þessi aðgerð? Hvað kostar þessi aðgerð? Hafið þið skoðað það hvað myndi kosta bara 20% hrein niðurfelling? Já, það var farið í gegnum það í fyrra haust í ítalegri skýrslu sérfræðingahópsins. Og hvað var það? Það er svona kringu 300 milljarðar. 300 milljarðar, ok, ég ætla að velta fyrir mér hérna og það er ekki neitt, það þarf að borga það á einhverju tíma, það getur verið í einhverjum 30 árum eða 40 árum, með það ekki? Já, ég meina það þarf að borga það, við þurfum að leggja þann kost á einhverjir aðri þurfa að borga. Já, nú hefur kvóta, já, en nú hafa LIU og kvótagreifarnir sagst vilja borga, þeir vilja ekki breyta kvótafrumvarpinu, en þeir eru tilbúin að borga einhvern auka auðlindaskatt. Það er það sem þeir hafa lagt til, Er ekki hægt að fá þessa snillinga bara til óbreytt kvótakerfi til að bera þennan 300 milljarðar krónu kostnaði það? Ja, það er góð hugmynd hjá þér. Ég held nefnilega að einhver leið að þessu tagi sé það sem við höfum að horfa á í skuldum heimilanna. Við þurfum að niðurgreiða þennan þátt á einhverjum tíma. Við þurfum að hjálpa fólki í gegnum eins og ég var að nefna á þann. Sérstaklega hóknum frá 2005 til 2008. Við þurfum að hjálpa fólki að ráða við þetta á einhverju tímabili og við getum ekki sagt að þetta sé búið á næsta ári. Við verðum aðeins að horfa á að hjálpa fólki með sérstökum vaxtaniðurgreiðslum inn í framtíðina. Það þurfum við að fjármagna með öflugum útflutningsgreinum. Hvað gerum við þá í því? Já, við til dæmis eyðileggjum ekki sjávarútveginn, við brjótum ekki upp arðsemin í honum, við setjum frekar á hann hraustleg auðlindagjöld. Það er prinsipið sem mér finnst að við höfum að sameinast að í staðin fyrir að bara skemma sjávarútveginn og breyta honum í eitthvað óarbært dúlleri, að láta hann bara borga hraustleg auðlindagjöld til þjóðarinnar. Síðan þurfum við að byggja upp fleiri útflutningsgreinar, kröftugur útflutningsgreinar. Þá komum við aftur að þessu þáttökunni í stærra myntsvæði til þess að lækka fjármögnunarkostnaðinn, losna við höftin og byggja upp alvöru störf með alvöru laun og alvöru þekkingu í landinu til framtíðar. Það er eiginlega þannig, þú ert alveg að segja ykkur alveg hreint út og ég kann vel að meta það, og það er bara góð að gera. Það er ekkert að fara að gerast í það er ekkert að fara að koma inn leiðrétting, það er ekki að fara að koma inn breytingar næstu 2 árin. Það mun einhver koma til eftir 2 ár í kosningum og lofa því að hann geti gert þetta og hitt, en hann mun aldrei standa við það. Það mun engi standa við að létta skuldum af öllum, það er alveg örugt mál og menn sem að halda því fram, þeir eru bara að ljúga og eru ómerkilegir stjórnmálamenn. Þeir eru bara að fiska í gruggugu vatni, skulum við segja. Þeir eru ekki að koma hreint fram vegna þess að enginn hefur sagt hvernig á er hægt að fjármagna þetta. Það sem er eins og er sjálfsagt að gera og ég til dæmis tek eftir því núna, formaður Framsóknarflokksins var að koma með athyglisverða hugmynd. Ættum að veita fólki skattaafslátt ef það borgar inn á lánin sín og greiðir þau niður.
eða hjálpa það fólki með þannig, hvetja fólk til að draga úr skuldsetningu, mér finnst það sniðug hugmynd. Er það ekki sniðug hugmynd? Ég ætla samt að velta það fyrir mér, er það sniðug hugmynd? Því að þú veist, bitnar hún ekki þeim, hagnast hún ekki þeim mest sem eiga peninga og geta borgað inn á lánin sín? Já, en við myndum allavega vera að breyta ríkisfé í að hjálpa fólki við að losna við skuldir, frekar en að skuldirnar haldi áfram að valda fólki útgjöldum. Þannig að mér finnst þetta að vera umhugsunarefni og við höfum að ræða svona hugmyndir. Mér finnst við eigum líka að koma með lausnir fyrir fólki sem sannarlega lenti í vanda, vegna þess að ef þið bara horfið á sanngjarnt, þegar ég kaupi eign fyrir 2004, þá ég ekki verða fyrir neinu tjóni vegna þess að ég naut verð hækkunar hennar á eigninni. Ég hef engan siðferðilegan rétt til þess að sitja á gróða sem var til í eignabólu 2004 og síðan eigi gamalt fólk sem á ekkert nema lífeyrisréttindi að það er að borga fyrir skuldirna mínar með lífeyrisréttindunum sínum. Gamalt fólk sem kannski hefur aldrei keypt sér íbúð. Nákvæmlega, en Árni Páll, við komumst í mjög ekki lengra, við erum búin með tíman hérna okkur dag, en það er búin að vera sérlega fróðilegt að fá þig og þökkum við kærlega fyrir komuna Árni Páll Árnason, viðskipta- og efnahagsráðherra. Takk kærlega. Takk fyrir.